Nú hefur þú spilað með honum Eika Önundar. Hvað munum við fá að sjá frá honum í kvöld? Skot, fyrst og fremst, hann gefur bolta lítið. Ef hann spilar eins og þegar hann spilar með mér allavega. Það kannski var það bara ég veit ekki. Ok, hvað þarf KR að gera til þess að vinna þennan leik? Spila vörn. Þú spilaði þú gegn Keith Wassel oft og mörgum sinnum á æfingu. Hvernig fer það að stoppa hann? Það er bara að vera alveg á full í honum, þreytan. Svona, taka þessi skot sem hann honum finnst þægilegt að taka. Ekki gefa hann neitt. Þetta er alltaf bara baráttu hundur hæfileikaríkur, hann er alltaf búinn að missa margt. Ægjesson, Keith Wassel í kvöld. Þarf að vera með 20 stig og 10 frákost. What are we gonna see from Wassel tonight? I'm gonna be in there, be very aggressive, play with as much energy as I can, and hopefully, make the right plays and really help my team win. Hvernig fer leikurinn? Við vinnum. Við IR vinnum. Sæll Jón, velkomin í TVL-höldina. Hvað fáum við að sjá frá íuningum í kvöld? Toppleik maður, ekki spurning. Hvað er messi tími búinn að fara í undirbúa? Við erum bara reynd að halda okkar striki og erum bara að gera ákveðin hluti og það getur verið að breyta neitt mikið út af því. Þannig að við erum búin að fara yfir KL-lið og skoða það sem við höldum að þeir koma til með að bjóða upp á í kvöld og ætlum að reyna að bregðast eitthvað í því. Einhverjir augljósir vankantarleik KR-inga sem ætlar að nýta þér í kvöld? Augljósir? Nei, KR er næst besta lið í deildinu, eru mjög ofalega og erum með mjög gott lið og við erum auðvitað búin að finna einhverja glufur sem við ætlum að reyna að hnoðast í en ég ætla ekki að segja hvað það er. Verður þetta spennandi leikur í kvöld? Það verður rosalega flottur leikur. Ég har alla forsendur, 2 flott lið. IR-ingarnir náttúrulega búin að fá bundandi sjálfstraust með því að vinna bikarinn. KR-ingarnir náttúrulega ætla sér að fara langt, þannig að það getur ekki orðið þannig heldur við skemmtilega leik. Blessaði Matti. Blessaði Jói. Herðu, hvað þurfum við að gera til að vinna IR í kvöld? Er ekki bara að spila betur en þeir? Ég held að það sé bara mómenti og ef að menn sé ekki stendir í þennan leik þá geta þeir bara farið heim og pakka. Þá kom úrslitakeppnin Nikola. Hvernig líst þér á leikinn í kvöld? Bara mjög vel, ég held við tökum þetta. Hvað varstu lengi að tjasta liðinu saman? Það tók mig nákvæmlega 28 mínútur. Og er einhver sem er verri en annar? Nei, þeir eru allir jafn góðir bara. Síðasta tímabili voru menn að tala að þú hefur verið of sæt á bekknum og þeir hefur verið of mikið að koma tíðin. Af hverju ertu ekkert búin að dempa þetta niður? Já, ég get bara ekki þessu gert. Fannar, fáum við að sjá þig með sokkana uppi í kvöld? Sokkar er niðri í kvöld, það er alltaf svoleiðis. Í stórleikjunum er sokkar er niðri. Sokkarnir niðri. Hvað með frákastin? 14 plus. Og menn er að tala um það að Keithna er 20 frákustum að ég sé með peningan í bankanum. Þú ætla væntanlega hefur einhver aðra skoðun á því? Þú getur gleymt því. Við erum að reyna þessa helviti seríu 2-0. Sóla kom með helminginn af stígunum hjá KR-ingum. Hvað ætlar að gera að stoppa hann í seinni hálfleik? Má ég segja þessi orku, það verður ekki fallegt. Það sem maður fyrir ekki bara að byrja að brjóta á honum og spila heiðarlega vörn virðist ekki duga lengur. Það er bara harkan, það er bara play á staðinn. Það er eins sem skiptir máli. Hvernig er pizzan í KR-heimilinu? Og hún er mjög góð. Ánægð með hana?
Ég hef viljað hafa meira álega á henni. Segur eða saklaus, hvað sagður? Saklaus, klárt. Hvað klikkaði? Það er bara ég er ekki nógu góður í körfubolta, það er það sem klikkaði. Hvað lögðu upp með í dag? Já, bara reyna að spila almennilega vörn og reyna að láta sóknina rúlla og nota öllu vopn sem við erum með. Ég held að Stígur það dreifst nokkuð vel hjá okkur. Ég veit að þetta var svona bara þróast hægt og róla. Við fórum að spila aðeins betri vörn, fórum að taka fleiri fráköst. Það er að segja að við gáum ekki eins marga sénsa í sókninni og vorum sjálfur að skapa fleiri sénsa hjá okkur. Svo ég held að það hafi verið svona megin munurinn. Herðu, 1-0, Bríer. Hvenær snýrist það við, leiknum? Sko, ég er svona að reyna að finna stöðuna hérna. Við erum 55-48 í lok þriðja og fannst við að þá voru komið tökin á leiknum. En síðan þeir fá hérna 3 vagarsam vítaskot í lok þriðja, svona minnka þetta niður í 4 og svo einhvern veginn staðinn fyrir að auka fórskotið þá erum við fannst nú taka slæmar ákvarðanir í sókninni. Og það svona hleypti minni leikinn aftur og stemningin var komin öll þeirra megin en þetta er langt frá að vera búið. Við spilum ekki svona, við hittum ekki svona illa og verðum í vandræðan sóknarlega 2 leiki í röð. Nú mennur að tala um það að skotformið þetta hafi aldrei verið fallegra. Er það síðasta tímabil að skila sér inn hana? Sérstaklega þjálfun Jóhannes Arnarssonar sem að skila þessu. Öllum skotæfingarum, engin spurning. Mér var svona 95% tíman og verið að spila hörkuvörn og þingva í erfið skot. Þeir voru að setja sérstaklega Steinar Ara mjög erfið skot niður og hann svona eiginlega kláraði hennan leik fyrir þá. En við erum nóg inni og nú þýðir ekkert að detta í einhverja neikvæðni og fara í einhvern besserwisser leik. Nú verður menn bara að þjappa sig saman og taka þetta 2-1.